Sælutsumul, í dag ætla ég að sýna ykkur alveg frábært gervigreindarverkfæri. Þetta er forrit sem kallast DID og er vefsíða. Þetta er svona gervigreindarverkfæri sem gerir okkur kleift að búa til talandi avatara eða nýta tilbúna avatara. Það getur auðveldlega breytt mynd yfir í myndband og ef þið mynda á alls konar verum frá námsefninu ykkar þá getið þið látið þær tala út frá textan sem þið viljið að þær vinni eftir. En mér finnst einstaklega áhugavert að nota einmitt þetta forrit í skólastarfi vegna þess að það er mikilvægt að við miðlum efni á lifandi og skapandi hátt og við getum eins og ég segir látið sögupersónu tala, búið til skemmtilega glærukynningar með stafrænum leiðbeinenda sem er svona avatar eða jafnvel útbúið stutt myndbönd sem svona fanga athygli nemenda okkar. Forritið er frekar einfalt í notkun og nú er ég á forsíðunni og hægt er að fara alveg niður og skoða, en við skulum í rauninni bara byrja á því að fara í login og ég notaði Google aðganginn minn til að komast inn og ég ætla að færa mig yfir á næsta flip að því ég er búin að skrá mig inn. Hér á forsíðunni sjáið þið, ef ég fer aðeins neðar, sjáið þið efni sem ég er búin að vinna með, en að því að við ætlum að æfa okkur í dag og við ætlum að nota myndefni sem að ég lét gervigreind búa til og breyta því þannig að það verði svona lifandi myndband. Og ef við skoðum vinstra megin þá sjáum við flipan, það sem er ýmislegt hægt að gera. Við ætlum að fara inn í Video Studio og þar getum við byrjað að hlaða upp mynd sem á að vera síðan þessi talandi avatar. Þetta getur verið ljósmynd af manneskju sem þið eigið til eða í rauninni bara önnur mynd af einhverju sem að þið eigið úr verkefnavinnu úr námsefninu ykkar. Við ætlum að fara í appelsingula hnappinn, ít á plúsinn og Create Video og þar sjáum við alls konar áhugavert og það er hægt að búa til svona tilbúin sniðmátt eða nýta sér tilbúin sniðmátt, en það sem við ætlum að gera, við ætlum bara að byrja frá byrjun og við ítum á plúsinn og þá er okkar verkefni að velja mynd sem við viljum nota sem grunn og það er avatar sem ætlar að lesa upp texta sem við ætlum að vinna með. Og hafið í huga að hafa textan svolítið skýran og svona eðlilegan þannig að útkoman verði sem best og svo ætlum við að æfa okkur í að velja rödd sem passa við efnin og gefa henni svona tón sem við viljum hafa. Hægt er að stilla tungumál og framsögn og aðra möguleika eftir hvernig viljum að myndbandi líti út, en þið þurfið svolítið að skoða það sjálf hvað hendar ykkur og fyrir hvaða námsefni þið að vinna með. En nú erum við með hvítt blað og vinstra megin sjáum þið, ef ég fer aðeins neðar, hér eru alls konar tilbúnir svona avatarar sem þið getið nýtt ykkur, en ég ætla að byrja bara að gera Create Avatar. Og þá getið unnið með myndefni, eins og ég sagði áðan, sem að þið eigið til, eða jafnvel myndbönd sem þið viljið nota og breyta. Ég ætla að vinna með mynd og láta hana tala. Og við ætlum að fara inn og sækja hana snöggvast. Og þið sjáu hana líka í listanum hjá mér. En þetta er mynd sem ég bað Google gervigreindina búa til fyrir mig og ég lýsti bara ungri stúlku, rauðhærð og glaðleg og þurfti að sjást í tennur. Og þá er hún komin inn á skjáin hjá okkur, alveg vel brosandi og geislandi fyrir okkur í verkefnið. Vinstra megin núna sjáu þið alls konar hluti og við erum stödd núna inn í avatarnum og það sem þið getið gert, þið getið sett svona tónin emotions, vil ég hafa hana natural, mjög glaðlinda, án að vera hissa eða bara alvarleg, en við ætlum að hafa þetta bara gleði myndband og án að vera bara náttúrulega hreyfingum eða án að hreyfa sig vel. Svo getið þið staðsett hana á glærunni eða myndinni og þið getið líka sett staðsetningu á henni, en mér líst bara nokkuð vel á hana. En þá er komið að handritsgerð og við ætlum að fara í skript hnappinn. Og getið þið sett inn texta sem þið viljið að myndin muni lesa upp fyrir ykkur. Þetta skiptist í text og audio. Ef þið ítið á audio þá getið þið líka tekið upp röddina ykkar. Þið getið líka hlaðið upp rödd sem þið eigið og látið hana tala í samanburði við hana. Ég á smá texta sem ég langar að nýta og ég ætla að vinna með. Höldum aðeins áfara niður vinstra megin, í background. Þið getið sett hann inn í alls konar aðstæður
en ég finnst myndin bara svo fallega en ég ætla að leyfa henni að standa. Þið getið sett svona texta sem er hérna eins og fyrirsögn á myndina. Þið getið sett alls konar form eða hlaðu upp hérna í media fleira myndefni sem við viljið hérna að birtist á skjánum. En ég ætla að færa mig hingað. Eins og staðan er núna þá erum við ekki með íslensku rödd sem valda. En ég ætla að íta hérna niður sem stendur Emma og í fyrsta skipti sem maður fer inn þá er þetta tómur skjár. En þið sjáu að ég er búin að velja hérna að setja hjarta við íslensku raddirnar. Þannig ég ætla að velja hérna Guðrún. En ef að þið finnið hana ekki, þá getið þið farið hérna upp í Search Voice og skrifa Guðrún og Gunnar og sett síðan svona hjarta við þar. Þannig það er hægt að festast inni. Og nú ætla ég að velja hérna Guðrún og neðst niður má ég ekki gleyma að gera Apply Voice. Og nú ætla ég að íta hérna á Play hérna hnappinn niðri. Þá getum við aðeins hlustað. Sæl og blessuð. Ég er stafræn avatar búin til í dit og ég get tala út frá texta sem þið skrifið inn. Ég get verið notuð til að kynna verkefni, útskýra hugtök eða leiðbeina nemendum Nú ætla ég að pásu og þið sjáum myndin sjálf hreyfist ekki í takt við þetta. Vegna þess að nú erum bara að sýna okkur hvernig röddin mun hljóma og við höfum tækifæri til að breyta textanum í takt við það ef það er eitthvað sem við viljum laga. Einnig sjáum þið líka að þið getið breytt hraðanum hérna fyrir neðan, það sem stendur Guðrún. Ef þið viljið hérna hægja á eða breyta hraðanum eitthvað. En ef þið eru bara tilbúin og ykkur finnst það bara hljóma ótrúlega vel og það kemur bakgrunnur og hérna handrit og allt er klárt hjá okkur, þá farið hérna upp í appelsínugulhnappinn og gerið Generate Video. Það er gott að gefa því nafn. Þannig ég ætla bara að segja hérna, segjum bara hérna Ísland og þið sjáu hérna lengdin á því og þá gerið hérna Generate. Þá tekur hún bara örskamma stund í að búa það til fyrir okkur og það birtist hérna á forsíðunni okkar. Mér er svolítið gaman að hugsa til þess að í kennslunni ætti að nota þetta svo marga vegu. Nemendur, ef að til dæmis forritið væri leyft í kennslu, gætu búið til persónu sem segir frá efni í sögu, náttúrufræði eða tungumálum. Kennarar geta líka notað til að útbúa skemmtilega svona leiðbeiningar eða kynningar. En best er að hafa í huga þegar við erum að nýta okkur svona tól að við skulum alltaf skoða það með gagnrýnum hætti. Ræðum við nemendur okkar efnið, að þetta sé búið til með gervigreind og minnum á ábyrga notkun. En nú sjáum við, nú er myndbandið okkar tilbúið og við getum smellt á myndbandið. Sæl og blessuð. Ég er stafræn avatar búin til í dit og ég get tala út frá texta sem þið skrifið inn. Ég get verið notuð til að kynna verkefni, útskýra hugtök eða leiðbeina nemendum á skýran og lifandi hátt. Með mér er hægt að láta sögupersónur lifna við, búa til stutt kennslumyndbönd eða gera námsefni meira grípandi. Kennarar geta nýtt mig í alls konar námsgreinum, til dæmis í tungumálum, sögu. Eins og sjáu þetta hvergin er fullkomið, en þetta kemur svona skemmtilega hérna ávart og er svolítið gaman að prófa sig áfram. Ef þið eru sátt við útkomuna þá getið þið hreinlega gert bara hérna download, en ef þið viljið byrja aftur að þá getið þið gert bara annarkvort delete eða edit as new og haldið áfram að laga handrit eða eitthvað slíkt. Þið getið líka ítt hérna copy link og sýnt einhverjum afurðina, en mér langar líka að segja ykkur frá einu sem er svolítið spennandi vegna þess að við erum oft með nemendur sem að eru með mismunandi tungumál og það er hægt að fara hérna í video translate. Þannig að ef þið verður búin að hlaða niður myndbandinu og gætu þið opnað aftur. Hej og velkommen. Jeg er en digital avatar skabt i DID, og jeg kan tale ud fra den tekst. Já, eins og þið heyrið, breytt myndbandinu yfir annað tungumál. Hérna valdi ég dönsku, þannig að hún vann þetta fyrir mig og kemur svona alveg skemmtilega óvart afraksturinn. En við látum þetta gott heit í dag. Nú vitið allavega hvernig þetta virkar og ég hvet ykkur eindregið til að pröfa. Bara gangi ykkur vel.